Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi, síðsumars, fallegt veður allavega hérna í Reykjavík, bjart ennþá fram til 10, maður samt hissa að sólin sé setjast klukkan 10 eins hlægilegt og það en það nú bara því að maður vanur því að sólin bara sest ekki neitt, þannig að maður hissa þegar myrkrið kemur. En við setjum hérna og erum alltaf að reyna átt okkur á þeim tímum sem við erum að lifa og til að hjálpa okkur núna í kvöld er komin góður hópur af fólki, það er Sigríður Harpa Sigurðardóttir sem er formaður Öryrkjabandalagsins, Sanna Magdalena Mörtudóttir sem er borgarfulltrúi sósíalista, Kristinn Már Orsarsson, doktorsnemi í félagsfræði og Gunnar Hrafn Jónsson sem er blaðamaður og hann var eitt sinn þingmaður. Velkomin öll, þau voru öll kominga áður í þessari svona samtalis við eigum að reyna átt okkur á þeim tímum sem við erum að lifa og ég var svona að velta því fyrir mér áður en að þið settust að það sem var eiginlega mest í fréttum núna er eiginlega svona bara hefðbundin mál, kannski ekki alveg svona COVID-mál eða kreppumál, það er ráðherra að fljúga á þyrlu og láta skuttla sér eitthvað og svona tvennum sögum af því hvort þetta var í leiðinni eða ekki í leiðinni og einhverjir opinberir starfsmenn að svara fyrir ráðherrann að líta betur út, ofstoppi útgerðar auðvaldsins Samherja, gagnvart fréttastofunni og svona einhvern veginn þetta kallast að vera svona normal ástand þegar þeir eru komið svona venjubundna skandala og þetta er kannski það sem við þurfum að lifa af, þetta er að lifa með kórónukreppuna, það er að kórónumálin og kreppumálin þau halda áfram en svo eru við alltaf með sömu vandamálin. Gunnar Hrafn, má ég byrja á þér og spyrja, hvað er þetta tími sem við erum að lifa? Eru kannski þessi kórónumál, þessi ákefðin í þeim, eru þau svona að gefa eftir í umræðinni? Er erfitt að halda umræðinni gangandi það? Eða er þetta kannski fullrætt mál? Tilgangslegt að tala hvað þau opna og loka landinu þegar fólk bara að gefa stuð fyrir þessu að ræða þetta? Það er náttúrulega komin þreyta í umræðinni. Það er alveg maður heyrir það á fólki að það vill helst að þetta sé búið. Það fólk hvort það er í Bandaríkjunum eða hérna eða víðar. Það er athyglisbrestur almennings þegar kemur að fjölmiðlum er eitthvað sem er búið að ala inn í fólk bara á síðustu áratugum. Það er alltaf eitthvað nýtt og stórt og breaking news og eitthvað bara alltaf fréttin í gangandi þegar hann er að fókusa á sama málið mjög lengi því að bara, já þess að segja, það er bara athyglisbrestur innbyggður í nútíma fjölmiðlum eins og hún fer fram í dag. Þannig að við náum aldrei að klára ræðaninn mál. Við sem áhuga á þeim áður en að við erum farin að nálgast niðurstöðu. Já, það er kannski maður tekur sérstaklega eftir því í umræðu á Íslandi, hvað það er í gegnum tíðina mörg stór og alvarleg mál sem hafa komið upp en jafn harðan verið bara dáið niður út af bara minnkandi áhuga á almennings og að ræða máli og svona þreyta er ekki komið nóg, hvað hefur maður oft séð það er ekki komið nóg, og allt það. Og bara í þessu tilviki þá er bara mætir þessu hugsunarháttur kaldhörðum raunveruleika sem er ekki hægt að segja bara nú er nú komið því að það er bara vísindaleg lögmál fyrir á því en ekki umræðu hefð á Íslandi eins og svo oft. Sanna, þú ert ráðin til þess að stunda pólitík fyrir kjósendur þína niður í Ráðhúsi, heldur að verði erfiðar að setja mál á dagskrá í ástandinu sem eða eru þið kannski fyrst og fremst að bara bregðast við því í ykkar störfum? Já, ég svona hefði haldið að núna væri meiri skilningur fyrir því einmitt að til dæmis ef við fjöllum innheimtumál og að það ekki allir alltaf fyrir reikningum og geta til dæmis ekki greitt fyrir helstu nauðsynjar að það væri meiri skilningur fyrir því á tímum svona COVID að það kæmi svona meira inn í meginstraum umræðan einhvern veginn fólk er að missa vinnuna og það er ekki hægt að borga allar reikningar á réttum tíma en svo sjáum við það til dæmis að það er einmitt bara börn sem standa frammi fyrir því að það er ekkert endilega víst að þau komist inn á leikskóla því þá eftir að ganga frá sem sagt vanskilum og skuldum til þess að tryggja í rauninni leikskóla plássi þeirra að þó að við séum með einhvern veginn verklagsreglur í borginni sem að eiga að tryggja að börn verði ekki á nauðsynlegri grunnþjónustu vegna skuldavanda foreldra að þá samt sem áður að þá eru nýjustu upplýsingar þær að það eru börn sem að í þeirri stöðu að það er ekkert víst að þau komist inn á leikskóla þannig að ég held einhvern veginn að COVID
sé ekki að auka á samúð okkar varðandi í rauninni hinna verst settu í samfélaginu. Að það sé einhvern veginn hópur sem að hafi verið skilinn eftir svo lengi og það sé einhvern veginn engin svona vilji til þess að tryggja einhvern veginn að við komumst öll út úr þessu saman. Umræðu greiðsluskjól og annað slíkt að þá malli svona innheimtu maskinuna bara áfram yfir þá sem að eiga ekki efni á að borga það út af því skuldaður. Já, við sjáum að greiðsluskjól fer þá til þeirra sem að einmitt hafa verið fjársterkir fyrir en að þau sem hafa þá verið fátæk áður en COVID skall á og efnahagslegar afleiðingar að það ekkert mikið verið að hjálpa þeim. Þannig blasir staðan við mér allavega. Sigurður Harpa, þú ert formaður í Öryrkjabandalaginu og þar innanborðs líklega stærsti hluti fátæksfólks á Íslandi. Finnst þér að COVID dragi athyglinni að kjörum ykkar eða bara alls ekki? Nei, við höfum svo sem kallað eftir í núna, það sem hefur opinberast í COVID, það fátækt fatlaðs fólks og við sáum það núna á tölum frá Hjálparstofnun kirkjunnar að þeir voru að bera saman mars og apríl í fyrra og mars og apríl núna að það hafi aukist rúm 60% að fólk var að koma til að leita aðstoðar og þetta var að stærstum hluta fatlaðar einstæðar mæður sem var svona stærsti hópurinn en upp til hópa þetta okkar hópur, fatlað fólk. Og ég veit ekki, þetta atvinnuleysi sem að verður núna í kjölfar COVID, það kannski dregur það fram að það svo erfitt að lifa af 200.000 krónum, 220, 240.000 krónum eins og fólk sem núna gert að lifa á atvinnuleysisbótum að það hrópar bara heiminn hátt yfir því að eiga að lifa á 240.000 krónum og samfélagið virðist hafa einhverja samúð með því, það sé bara ekki hægt og það kannski ætti þá að vekja fólk til umhugsunar það að örorkulífeyrisþegar sem fatlað og langveikt fólk og hefur ekki möguleika á að gera kannski annað heldur en að vera á örorkulífeyri og það því gert að lifa af 220.000 krónum eftir skatt og minna. Þannig að við höfum verið að vekja athygli á þessu mjög lengi og talað aldrei fyrir daufum eyrum og ég var að hlusta á Reykjavík síðdegis, ég held að það nú verið bara núna í vikunni, gerðiklega og þar var spurði spyrillin, hann spurði svona, var að tala við Andi Bjarni sem framkvæmdastjóri Hjálparstofnunar kirkjunnar og spyrillin spurði hvað getum við gert sem samfélag, hvernig getum við hjálpað. Ég myndi segja að samfélag og samfélagið ef það vil einhvern veginn hjálpa þá sé það ekki endilega að ákalla og vaða stað og vilja fá meiri fátæktarstyrki inn í mataraðstofur þó það sé auðvitað góðra gjalda verðar heldur kannski meira ákalla á stjórnvöld að við útrýmum þessari fátækt og spornum við hennar. Fólk getur ekki lifað á þessum upphæðum. Og samfélagið þarf að leggjast kannski bara á árar með þeim sem eru lægst launaðir, hvort sem það eru örorkulífeyrisþegar eða láglauna fólk eða fólk sem eru á atvinnuleysisbótum. Í síðustu viku þá hringdi hingað inn maður frá Ástralíu, Páll Þórðarsson. Hann var að segja að í Ástralíu hefði íhaldsstjórnin þar tekið ákvörðun að tvöfalda atvinnuleysisbætur og Páll sagði það að ástæðan væri sú að eftir kórónukreppni að þá væru kjósendur íhaldsflokksins að detti yfir atvinnuleysisbætur og þá allt í einu fann íhaldsflokkurinn svona skyldleikan með þeim sem voru að þjást og ákvað bara að hækka þetta í hvelli. Svona gerist þetta oft og það möguleiki að þetta gerist þetta líka að það verði stór hópur atvinnulausir sem ekki höfðu lifað við skort áður og þegar að það fólk lendir í sömu aðstæðum og öryrkjar hafa kannski þurft að búa við árum saman að þá dregst athyglin að þessu. Það möguleiki að þá njóti öryrkjar þess. Það líka kannski möguleiki að það verður bara horft áfram hjá öryrkjum og
og staða þeirra sem að hafa verið með miðlungslaun eða eftir hærra og dunka niður á atvinnuleysisbæturnar sem að þó eru hærri en lægstu örorkubætur, að þeim verði einhvern veginn hjálpað en þið kannski skilin eftir. Hvað hefur svona væntingar að ástandið dragi athygli til ykkar, eða eru þið svo vön að vera svona huldufólk að þið búist allt eins við að bara sjást ekki áfram? Það urðu alveg gríðarleg vonbrigði þegar að atvinnuleysisbætur hækkuðu og örorkulífeyrinn var ekki hækkaður í kjölfarið. Af því að lengi höfum við búið við það að þegar atvinnuleysisbætur hækka að þá fylgi örorkulífeyrinn með. Og það þetta vakti mikla furðu hjá okkur og mikil vonbrigði að stjórnvöld hafa ekki ennþá svarað því ákalli okkar að hækka á móti örorkulífeyrinn. Þess vegna segi ég kannski, ég veit ekki hvort við bindum einhverja væntingar við hann, auðvitað eigum að gera það. Við vonum auðvitað og bara trúum því, og það er sanngjarnt og réttlátt, og ef við viljum búa í samfélagi sem er með svona telur sig til svona jöfnuðar og allir eigi að hafa það svona nokkuð gott. Og sér í lagi þegar ríkisstjórnin kemur fram og setur þetta eiginlega í sáttmála sinn að hér eigi allir að hafa tækifæri til að lifa góðu lífi, að þá finnst mér náttúrulega bara mjög eðlilegt að ríkisstjórnin taki núna bara afgerandi stöðu og fari það að hysja upp örorkulífeyrinn. Það er mikið ákall, hér er ofboðsleg fátækt, hún er afhjúpast alveg ömurlega í þessari kórónuveiru. Við sjáum að fólk sem áður gat farið fór huldu höfði af því það skammast sín svo mikil að búa við svona mikla fátækt og búa við það að vera öryrki. Það er svo mikil skömm sem er sett á einstaklinga sem er eiginlega bara ótrúlegur ábyrgðarhluti af samfélaginu. Að við skulum í alvörunni að við skulum búa við það að það sé skömm að vera öryrki, það sé skömm að vera fatlaður og langveikur, samanber það að þá bara finnst mér eiginlega að vera þetta er orðið mjög ómannúðleg stefna sem stjórnvöld hafa núna rækt sem þau tóku við, og við sjáum það til dæmis að því mann hafa verið að tala kaupmáttur hafa aukist og ofboðslega, það sjáum við samt að núna 1819 að þá var kaupmáttur örorkulífeyrisþega enginn. Hann jókst ekki um 1, ekki um 0,5% einu sinni. Og það er nú... Þú vitnar í stjórnarsáttmálanum, en það sem verk ríkisstjórnar til dæmis að þegar að hækkuðu lágmarkslaun í svokölluðum lífskjarasamningi, að þá var örorkulífeyrir og eftirlaun skilin eftir, þannig að það var engin vilji þar til þess að láta það fylgja eftir. Það hækkaði bara einhverja verðlagsbreytingar sáramillar og var engin kjarabót þessu út að segja, það var bara engin kjarabót. Við litum reikna þetta út og það kom niðurstaða að það var engin kaupmáttaraukning, og þetta er náttúrulega vitnisburður ríkisstjórnar og flokka sem að gáðu svo út fyrir það, fyrir kosningar, að bara hér ætti ekki að líðast fátækt og fátækt fólk ætti ekki lengur að bíða eftir réttlæti og ýmislegt fleira, og við hefum kallað eftir því einmitt að ráðherrar að þeir skilji engan eftir, af því það er alltaf virðist að vera svona tilhneiging í það sem eru kreppur eða stríðsástand eða eitthvað, að það sé einmitt fatlað fólk og örorkulífeyrisþegar sem að verður fyrir barðinu og skilja eftir fátækt. Þannig að þetta er algjörlega óásættanleg staða, vegna þess að við í raun og veru, örorkulífeyrisþegar, við höfum enga samningastöðu. Ríkið og stjórnvöld eiga náttúrulega að sjá til þess að við getum lifað einhverjum mannsæmandi lífi. Og það að vera sett á örorkulífeyri, og hér, þú sagðir lægstu örorkulífeyri, já, þetta er 255.000 krónur, lægstu óskertu örorkulífeyri ef þú hefur ekki neitt annað, en það er samt stærstur hópur fólk sem er á þessari upphæð. Það er ofsalega lítill hluti, eða rétt, ég held að 29% sem fá heimilsuppbót og ná það upp í 310.000, en það eru 29%, og þeir þurfa að búa einir ef þeir ætla að ná því að fá heimilsuppbótina.
Og við búum við það að allar lífeyrir, ef að fólk á lífeyrir, þá skerðir hann, örorkulífeyrir á móti, þó þú sért bara með 20.000 kall. Og við búum líka við það að fatlað fólk sem er í hlutastörfum og tók þátt í til dæmis svona verkföllum til þess að fá hækkuð laun, að það getur ekki notið launana vegna þess að hækkunin sem verður á launum þeirra, að hún er tekin af TR eða ríkinu aftur, af því að skerðingarnar eru svo háar og skerðingamörk og frítekjumörk og ýmislegt fleira hefur bara ekki breyst síðan 2009 og við erum með 109 króna frítekjumörk og við erum með nærri því enda sko, krónamóti króniskerðingu á heimilisuppbót og sérstöku uppbótin allir segja og þannig að þetta er ótrúlega staða sem að stór hópur fólks látin sitja í algjöru aðgerðaleysi stjórnvalda sem að bara virðast ekki skeita nokkur sköpum hlut og síðan kemur núna almenningur og verður fyrir því að þurfa að vera og lifa á atvinnuleysisbótum og þá allt í einu hrekkur hinn almenni borgari við sko. Þetta er bara það sem fólk er að lenda í ef það lendir í að missa færni til þess að vinna. Mér að segja núna er að þá eru þeir sem eru á lífeyrinum einum að þeir fá enga kjarabætur og líka þeir sem eru á vinnumarkaði vegna þess að þær kjarabætur sem samið á vinnumarkaði þær leiða til skerðingar á lífeyrinum þannig að öryrkjar sem eru í hlutastarfi út á vinnumarkaðnum að þeir koma út úr kjarasamningunum með engar kjarabætur. Það er nákvæmlega þannig og þetta hefur kannski stjórnvöld hafa ekki leiðið eða lagfært frítekjumörk. Þau hafa ekki dregið úr skerðingum eins og þyrfti að gera og þau hafa ekki hækkað örorkulífeyri þannig að viðmiðin eru bara öll röng, einhvern veginn of lág þannig að það er alveg sama hvað fólk gerir að það fær ekkert meira í vasa. Ok, Kristín, ef við má skipta aðeins yfir á Kristín. Í upphafi kórónukreppunnar og kórónufaraldursins þá var mikið svona verið ræð að þetta væri svona afhjúpandi, dragi fram veikastöðu, veikast settu í samfélaginu og væri að flytja kannski athyglina þangað, afhjúpaði stéttaskiptingu og kannski heimurinn er aldrei samur aftur, hugmyndir okkar eru ekki samar aftur. En svona við þetta samtal bara einhverjir ráðherraskandalar og svo fátækasti hópurinn situr eftir og upplifir bara það sé enginn eins og að horfa til hans. Er þetta þannig að það eina sem breytist að það breytist ekki neitt? Já, ég átti mig ekki alveg á því hver það var sem átti vona að það myndi mikið breytast sko. Ég man að við tölum einhvern veginn ég sagði að það myndi líklega ekki mikið breytast ef þetta veðið sko. Ég meina það er bara þannig, þú hugsar, sko, þetta er alveg óbærilega þreytandi, bið eftir að almúginn fái að njóta ávaxta vinnu sinnar og fái raunverulegt frelsi og þurfi ekki að búa við einhverju elítu sem er bara í engum tengslum við almúgann. Mér sér bara þyrluferðir á þeirra í miðju COVID. Og þetta er bara í engum tengslum við raunveruleika. Almúginn er berjast við atvinnuleysi og fólk á örorkubótum. Og til þess að hún geti haldið áfram í hestaferð með föður sínum, sem að svo er réttlætt með því að hún elski föður sín svo mikið og hafi unnið svo mikið, sem er sama alltaf að maður er að finna til minni persónulega, hún eigi þetta bara skilið. Því að það sem hún var að gera var ekki neitt að hún var ekki að fara á einu fundi yfir annan. Já, meira svo þú væri að fara á einhverjum fundi, mér er alveg sama. Þetta er þyrla landhelgisgæslunnar, þetta er sjúkrabíll í þyrlu og ráðherra fara þetta er bara einhvern tengsl. En punkturinn er sko að ef það væri þannig að svona kreppur og faraldrar raunverulega fengju elítuna og þau sem halda völdin til þess að átta sig á raunveruleika almúgans að þá hefði við náð sko fullkomni jafnrétti og góðri stöðu sko með pláanum sem eru í biblíunni eða svartadauða og svo framvegis. Við höfum farið í gegnum fullt af svona hamförum í gegnum tíðina og það hafa ekki dugað til þess að fólk átti sig. Franska byltingin sem kemur í kjölfar hungursneyðar í Evrópu og Frakklandi meðal annars og mikillar hugmyndabyltingar, hún dugði ekki til þess fyrst sinn til þess að afnema þrælahald. Það þurfti byltingar þar, mikla baráttu og svo framvegis. Þannig að sko vissuleyti ágætt sko
að fá umtal eitthvað annað heldur kórónuveiruna, þannig að það sko af nægu að taka, eins og nefnt hérna aðan, þú veist, örorkubætur 220.000 krónur, sko, ef fólk á barn eða börn, tala ekki eða á fleiri en eitt barn, að þú veist, skólamáltíð í Reykjavík fyrir 2 börn hvað? 250.000, það mánuður af örorkubótum sem fyrir það. Ef við komum til allar setja börnin sín tónlistanám, þá kannski farnir 2 mánuður viðbót eða svo. Etc. Þú veist, þetta bara, við búum í samfélagi sem mjög ríkt og hvar auðvaldið mokar út peningum í skattaskjól, en á sama tíma að þá á fólk mjög erfitt með að eiga fyrir, þú veist, lífsnauðsynum og jafnvel, þú veist, mjög sjálfsögðum hluti fyrir börnin sín og það að sækja sér styrk og nýtur ekki virðingar í samfélaginu fyrir vegna stöðu sinnar og ofan á það að þá erum við að bæta gráansvart með því að búa til nýja stéttaskiptingu í Íslandi sem á milli erlends vinnuafls og Íslendinga sem mikil breyting á mjög stuttum tíma. Það sem við fórum frá því að flestir hérna voru Íslendingar og töluðu íslensku voru svona svipaðir og gengu öll störf. En núna erum við að horfa upp á stéttaskiptingu sem að flest þjónustustörf eru unnin af fólki sem að talar jafnvel ekki íslensku, erlendi vinnuafl, á þessum lágu töxtum og lágu launum á meðan Íslendingur. Þannig erum við búin að búa til þetta stéttaskiptingu sem að mjög erfitt einhvern veginn að mynda samstöðu milli hópa til þess að breyta þessu og síðan eins og ég segir sko, stjórnmálaflokkarnir sjálfir sko, og elitinni þeim algjörlega út á túni sko, ekki neinum tengslum við raunveruleikann og því miður að þrátt fyrir vonir sumra þá vitum við það af sögunni að faraldrar sem þessir að þeir eru ekki nógu öflugir til þess að breyta og þessu og mynda samstöðu. Til þess þurfum við sjálf að mynda þessa samstöðu í gegnum okkar eigin félög og okkar eigin baráttu. En ef við í Biblíuna þá nú búum við svona í lýðræðis samfélagi núna og við höfum valdið, við getum kosið. Breytir það engu, Kristín? Spænska veikin, hún var nú eftir frönsku byltinguna. Það var bara rétt slapp inn, það voru konur, það hafi ekki verið komin í 38 ár sem að höfðu bótt ekki rétt. Nei, með þú veist, það hefði verið faraldrar hér og þar og við gengum kreppur og svo frá því, síðasta kreppa eins og Gunnar Hrafn nefndi að við ýttum mönnum frá völdum eftir kreppu, svo sem þetta Davíð, mikil umræð skattaskjóla meðal elítunar í miðri kreppunni og, og eftir hana og svo bara fjaraði það út og sem þetta Davíð kom aftur á þing og svo frá því, þetta bara, þessi baráttu, hugsaði líka bara baráttuna, tökum bara þrælahald, tökum bara baráttu svartra í heiminum núna. Sko, það óbærilega erfitt að hugsa til þess að það var barátta fyrir frönsku byltinguna fyrir afnámið þrælahalds og jöfnuði svartra í heiminum. Það var barátta 100 árum seinna var búið að afnema þrælahald í Bandaríkjunum en maður voru samt að tala nákvæmlega sömu aðstæður svartra í Bandaríkjunum. Það breyttist nánast ekki neitt á þeim 100 árum frá því menn voru að berjast. Svo verður frelsun þræla miðja 19. öldina og 1900 þá var aðstæða svartra alveg ömurleg. Og síðan 100 árum seinna, aftur, í kringum árið 2000, eru enn að skrifa greinar að svartir séu fangelsaðir miklu meira heldur en hvítir. Að stór hlutir svartra kallmann í Bandaríkjunum þurfa einhvern tímann á lífsleiðinni að eiga við réttarvörslukerfið, að eiga við lögreglu svo framvegis. Og síðan sjáum við núna í fréttum aftur, í Wisconsin, þar sem ég bjó, verið að skjóta svarta í bakið fyrir að hringja á lögreglu svo framvegis. Þetta óbærilega þreytt og leiðilegt að þurfa að bíða svona lengi eftir jafnrétti og réttlæti og við höfum gengið gegnum sko á þessum 200 árum þarna sem ég bara telja núna, gengið gegnum fullt af kreppum, alls konar kreppur, við höfum gengið gegnum tímabila sem að menntun almennings er aukið gríðarlega, samt gengur alla neitt niður ykkur, þú veist, jú, ég ætla ekki að segja að það hafi ekki neitt breyst, auðvitað er eitthvað breyst, en það er greinilegt að það þarf rosalega mikið til og það gerist ekki á sjálfstæðum og það gerist alveg örugglega ekki vegna þess að datt inn einhver vírus í tímabundið. Það þarf rosalega mikið til og mikla baráttu eða mikla samfélagsbreytingur eins og í kjölfar iðnbyltingarinnar til þess að hlutinni hreyfist, en ekki faraldur bara þennan, því miður. Jæja, Gunnar Hrafn. Hvað segirðu við þessu? Hvað segirðu við þessu? Við þessu? Lítil von að kóróna faraldurinn og kreppan
vekji upp almenning til þess að breyta samfélaginu, eða hvað? Þegar þetta var alveg að byrja, þá var ég mjög harður á þessari línu að þetta myndi ekki breyta neinu til lengri tíma og slíkt. Eftir sem að þau liði á þetta, þá ég gerir mig grein fyrir að byltingin verður ekki morgun, en mér finnst eins og ég sé jafnvel einhver höfuðfarsbreyting að eiga sér stað, allavega í þeirri búblu sem að ég tilheyri á netinu og víðar, sérstaklega í Bandaríkjunum og Vesturlöndum meðal ungs fólks, meðal kynslóðar sem hefur ekki hugsað pólitík til þess að farið að hugsa pólitík bara á mjög róttækan og oft mjög sósíalískan hátt, sem að bara eitthvað sem ég hef ekki getað spáð fyrir 2 árum síðan eða 1 ári síðan að myndi vera afleiðing þess að við gengum gegnum eitthvað svona. Gerist á sama tíma á Black Lives Matter og allt þetta og það einhvern veginn búið að afhjúpa svo mikið óréttlæti á stuttum tíma og andstæðingarnir í þessari baráttu eru svo hjákvæmlegir og augljóslega slæmir kostur, þarna Trump og hans fylgilegir hefur svo augljóslega rangt fyrir sér á svo mörgum sviðum að hlýtur að vekja fólk til einhverjar umhugsunar þegar við stöndum frammi fyrir krísu og það er bara logið í beinni útsendingu af leiðtogum stærstu þjóðar í vestrænum heimi, eða stærstu leiðtoga eins vestræna frjálsa heims eins og við kallum sig. Þannig að ég held gríman sé kannski aðstæðanlegt að tala að gríman falli í miðjum COVID-faraldri en gríman sem þessi menn hafa haft og þessi kerfið sjálft hefur haft, að fólk skilur í raun og veru kannski betur að þetta ekki spurningmál að losna við einhvern vondan gæja eða kjósa innegnt sem skárri en þessi, heldur það kerfið sjálft sem að bjóða okkur upp á misrétti sem að mun bara halda áfram og taka á sig nýja birtingarmyndir í hverri nýri krísu sem við göngum í gegn. Þannig að þú ert svona bjartsýnn að þetta verði til þess að efla baráttu almennings og þá sérstaklega ungs fólks? Ég held að mætti kannski segja sem svo að sú staðreynd að ekkert mun breytast mun kannski fá fólk til að aðeins hugsa sig írónist að það hversu lítið breytist kannski smám saman hreyfið fólki og sýnið þeim hversu ómögulegt að gera kompromissu við kerfi sem er byggt algjörlega á því að brjóta þið niður. Jæja, Sanna, mun þér takast að breyta heiminum, gera samfélagið betra? Sko, varðandi svona rými til breytinga þá vona ég innilega að það sé einmitt núna svona þessi vettvangur til að leyfa sér að hugsa út fyrir kassan, að við getum ekki fara að hugsa einhvern veginn bara eitthvað þetta gamla mun virka, af því að ef við stöndum frammi fyrir þeim veruleika að það er stór hópur fólk sem er til dæmis ekki í atvinnu og það er náttúrulega eitt og sér stórt áfall, að þá hljótum við að vilja skoða nýja leiðir og mér finnst mjög athyglisvert til dæmis að skoða bara hvað er verið að gera í öðrum löndum, skoða eldri hugmyndir og að styðja kannski líka bara þá var, við erum í Ítalíu og þar sem sagt er verið að styðja bara sérstaklega að fókusa á atvinnulaust fólk og svona styðja þau til þess að koma fram með nýjar hugmyndir í atvinnusköpun og svona kannski minni fyrirtæki eða eitthvað svona nýjar hugmyndir og nýsköpun og svona sjá kannski hvað það er sem að fólk vill vinna við, af því við vitum að það eru margir sem hafa verið í störfum sem að þeim finnst ekkert endilega það áhugaverð eða það skemmtileg, finnst það ekki vera að skila miklu af sér til samfélagsins og finnst einhvern veginn eins og störfin þeirra sé ekki beint eitthvað sem að samfélagið þurfi kannski endilega á að halda, líður eins og þau séu bara að sinna einhvern veginn alltaf sömu hlutunum dag eftir dag, klukkustund eftir klukkustund og sé einhvern veginn ekki að sjá svona árangurinn af starfi sínu og þannig mér finnst alltaf, ég er öll í því að fara valdið til fólksins, þannig ég vona að það sé eitthvað sem að við náum að gera og spyrja bara fólk hvað er það sem að þú vilt gera, af því að ef við erum að fara inn í tíma núna þar sem að það eru mörg í samfélaginu sem að eru á þeim stað að það er einhvern veginn með meiri tíma milli handana, eins erfitt og það er að segja þetta, þá náttúrulega býðir það kannski upp á að við getum fara að hugsa hlutina upp á nýtt. Hvað er það sem fólk vil gera? Hvernig getum við stutt við fólk til þess að gera sem að það vill gera sjálft? Hver er þessi við? Ég sé ekki að stjórnvöld sé að því. Þau eru svona
svona veltaði fyrir sér að leyfa fólki kannski að fara í 1 misseri í nám á atvinnuleysisbótunum? Ég segi rosa oft við og fæ ég mig tilbaka bara eitthvað hverju þessu við. Ég greinilega trúi því mjög mikið að við einhvern veginn sem samfélag getum stutt við fólk en einmitt hverju þessu við, ég veit það ekki alveg. Við sem erum í stjórnmálum þó við séum einmitt alls ekki sammála neitt því að það virðist vera bara einhvern veginn svona samningur að halda óbreyttu ástandi og það kemur þetta óvart að núna einhvern veginn þessi heimsfaraldur í gangi og ég skynja ekki einhvern veginn að það séu ríkisstjórnin eða stjórnvöld hér á landi séu einhvern veginn að bregðast almennilega við því. Ég hef einhvern veginn haldið núna haustið að fara í gang og veturinn að fara af stað. Ætti ég ekki að heyra meira hvað í gangi en ekki að heyra að fyrsta fréttin sem ég heyri í morgun sé að börn sé ekki fullklædd í skólanum, að hjálparstarfið geti ekki einhvern veginn stutt öll börn til að mæta með viðeigandi föt í skólan. Maður hugsa bara eitthvað bytti nú við. Heyrðu, þetta fréttirnar sem ég á að vera að heyra núna? Ætti ég ekki að vera að heyra bara tillögur frá ríkisstjórninni að mæta þessum hópum, tillögur að mæta þessum hópum, efnahagsaðgerðir, kannski bara náði ég ekki að hlusta allan fréttatímann, ég veit það ekki, en þetta svona dálítið eins og einmitt, það sé allt komið í sinn svona vanagang, en hver þessi vanagangur, hvað einhvern veginn telst eðlilegt, þetta orðið svona mjög skrítið, erum við einhvern veginn bara komin á þann stað að við erum bara svona einmitt hætt að pæla í þessu og ríkisstjórnin að vinna að einhverju sem við munum síðan sjá eftir nokkra vikur og við vitum ekkert hvað það eða þetta bara ástandi að fara að lulla svona áfram einhvern veginn og hvað svo? Það eru 17.000 manns atvinnulausir og verður örugglega fleiri núna mánaðamótin. Nú erum við að koma í svona síðustu vikuna fyrir mánaðamótin og þá koma inn hópuppsagnir og kannski eðlilegt að við séum með svona fókusinn á hinum atvinnulausum. Þú nefndir svona hvernig Ítalarnir reyna að hvetja fólk til þess að búa sjálft til vinnu. Það langt sem ég las þetta en þetta einhvern veginn í þá veruna að ef þú ert atvinnulaus þá ef þú býr til félag með einhverjum öðrum atvinnulausum að þá leggur raunverulega atvinnuleysistryggingasjóður kannski til 9 mánuði sem svona meðaltal þess sem að reikna má með að þú verið atvinnulaus sem svona startup inn í fyrirtæki og það sem að meðast vera fallegt við þess að hugsa var það að í þessu felst að nýsköpunin sem að hér oft talað að þurfa að styrkja nýsköpun fyrirtæki eins og hún komi frá fyrirtækjunum að þarna eiginlega gert ráð fyrir því að nýsköpun í atvinnulífinu komi frá fólkinu sjálfu og kannski helst í svona smáum fyrirtækjum og það bara staðreynd að langflest störf verða til í örsmáum fyrirtækjum og bara fjölskyldufyrirtækjum þar sem fólk býr sér til sjálft. Ættu að vera að horfa eitthvað á þetta? Ég man ekki eftir að þetta hafi verið til umræðu hérna í Íslandi. Já, mér finnst það mjög skemmtileg pæling og ég hef ekki tekið eftir því allavega hér. Mér finnst það mitt aldrei svona fókusin á einhvern veginn að þú sért á bótum eða þú sért að vinna fyrir fyrirtæki eða þá fallir á milli kerfa og þá einhvern veginn þurfa að skoða reglunar til að þú fallir ekki á milli kerfa og mér finnst einhvern veginn orðræðan oft vera svona hjá stjórnvöldum mjög svona kassalaga annarkvort ertu bara í þessum kassa, þú ert í hinum kassanum en svo einhvern veginn stjórnvöld að vinna þá að tillögum til úrbóta til að tryggja leiðir til að mæta þeim sem að uppfylla ekki öll skilyrðin og eitthvað svoleiðis. En ég held við þurfum einhvern veginn að koma okkur úr öllum þessum kössum. Þú veist, við þurfum að hugsa nýja leiðir, við þurfum að hugsa einhvern veginn bara herði. Það þurfum ekki allir að starfa endilega hjá einhverjum stórum fyrirtækjum. Þú veist, við getum hugsa hlutina upp á nýtt. Það allt í lagi og svo heyrir maður félagsmálaráðherra tala að fara að styðja við fólk til þess að mennta sig á meðan það þá á atvinnu leysisskrá og maður velti það fyrir sér af hverju þetta ekki eitthvað sem þá leitt hjá borginni af því þú mátt ekki vera fjárhagsaðstoð til framfærslu og í námi þú veist af hverju erum við alltaf að skilyrða einhvern veginn reglurnar fyrir stuðningi af hverju þetta svona rosalega mikla reglur sem að þarf að uppfylla til þess að þú sért í einhverju virkni af því á sama tíma eru skilaboðin ekki vera heima hjá þér að gera ekki neitt við ætlum ekki að greiða fyrir það en leið og þú ætlar að fara að gera eitthvað þá ætlum við ekki að styðja við þig og greiða þér tekjur þó að við vitum og getur ekki fengið vinnu af því það enga vinnu að fá. Þannig að skilaboðin eru rosalega misvísandi þannig ég held að við þurfum að hugsa út fyrir kassan
styðja við það sem að fólk vil gera, hvort sem það nám, nýsköpun eða bara vera opin fyrir alls konar möguleikum. Sigríður, þetta í hug hvort að þetta endrómi kannski svona sé líkt því sem að þeirra vera að ræða aukna atvinnu þátttöku fatlaðs fólks og öryrkja, að þá oft verið að tala annars vegar að ýta undir að fyrirtæki ráði fólk sem í hlutastörf eða sem við hæfi og svo hins vegar að passa það að svona, eins og með atvinnuleysisbæturnar, svo þetta verið að svelta fólk til þátttöku, að pína það til þess að fara að vinna. Hvað með svona einhverja hugmyndir að lausnin á því að auka atvinnuþátttöku öryrkja hlýtur að kveikna hjá öryrkjum sjálfum og þannig að við skulum bara styðja þau til þess að búa sér til störf eitthvað svoleiðis. Eitthvað svona umræði í gangi í ykkur? Já, það það og það líka bara fullt af fólki sem langveikt eða hefur fallast á lífsleiðinni sem hefur verið að reyna að skapa sér tekjur með því að finna upp og búa sér til einhverja atvinnu. Og einmitt eins og þú segir, sko, við erum með flest fyrirtæki svona lítil fyrirtæki og ég tek algjörlega undir það sem til dæmis Sanna tala mér finnst allt og lítið vera sett í nýsköpun og mér finnst einmitt allt og lítið fólki allt og lítið treyst. Stjórnvöld treysta bara fólki alls ekki til þess að það sko hafi yfirleitt einhvern áhuga á að afla sér tekna. Það eins og mentan sé alltaf slíka ef að fólk nýti atvinnuleysisbætur eða verði að fara yfir örorkulífeyrir eða eitthvað slíkt að það þurfa að hafa að það svo rosalega lágt til þess að það sem örgulega ekki sko festist ekki þarna og traustið svo lítið til almennings og það endurskapast bara í því sem að fjármálaráðherra sagði daginn að hafa bara algjörlega að reyna að það mætti ekki hækka atvinnuleysisbætur því að þá var það komnar svo nálægt og það sama eins og lágmarkslaun og þá var það bara alveg pottþétt að fólk myndi bara vera heima á sér og ekki nenni að vinna. En þetta svo óbúslega furðulegur hugsunarháttur og ég held að þessi maður sé bara í engum tengslum við bara almenningi í landinu. Hvorki fólk í láglaunastörfum eða millistéttinni eða bara við örorkulífeyrislega, það sko algjörlega, hann bara í engum tengslum þar. En hver á að koma með lausnina ef að maður reynir að setja sig inn í hugarheim fjármálaráðherra? Ef að fólkið ekki treystandi til þess, eins og þú segir, hvað lifum við í svona samfélagi sem við trúum því að ríkikallinn sem á stóra fyrirtæki, hann komi með lausninar eða þegar maður hlustar á sérstaklega sjálfstæðisfólk þá verður það ekki vera þannig að ríkið komið með lausnirnar, það dettur alltaf eitthvað vitleysi í hug. Þannig að hver það sem ég reyna að skilja samtímann, hver það sem kemur lausnina á vandamáli samfélagsins í svona hugarheim þeirra sem stjórna landinu? Ég get ekki svarað því. En ég held að þeim væri mjög hollt að bara treysta fólki og sjá til þess að fólk hafi mannsæmandi framfærslu, hvort sem það atvinnuleysisbótum eða lágmarkslaunum eða örorkulífeyrir. Vegna þess að þessi stað sem við horfum á í dag þegar fólk neytt til þess að leita til hjálparsamtaka og ákallar að meiri peningar séu til hjálparsamtaka og samfélagið ætlar að leggjast á sveif og útvega grunnskólabörnum fatnað og svona og foreldrar þessara barna þau eru sett í þessa aðstæður að þurfa að fara að leita eftir, það er verið að eyðileggja fólk með þessu. Þú ert að svínbeygja og þú ert að brjóta sjálfsmynd þess, ekki bara fullorðins fólk sem stolt fullorðið fólk, heldur líka bara barnana sem að verða sem lifa kvöl foreldrarna. Þannig að mér finnst ábyrgðarleysi stjórnvalda gagnvart þessum hópi sem tilheyrir lágtekjuhópi á Íslandi alveg forkastanlegt. Og þau eru ekki að byggja upp betra samfélag með svona athæfi að vera sinnulaus og horfa framhjá og ákveða það bara að fólk sem neyðist til að vera á örorkubótunum, atvinnuleysisbótum eða lágmarkslaunum, að það sé bara fólk sem nenni ekki að vinna. Þetta er bara ótrúlega, þetta er ótrúlega ómannúðlegt.
Ég veit þess að sé verið að refsa fólkinu fyrir það að vera í starfi sem með láglaun eða hafa misst starfi sitt eða hafa misst heilsuna eins og það sé ekki nógu mikil byrði. Þú missir heilsuna og þá ertu keyrður niður í fátækt og svo áttu að bera einhverja skömm í ofanálag. Það bara einfaldlega þannig. Þannig ég held að stjórnvöld verði að fara að hugsa hlutina aðeins upp á nýtt og ég myndi mælast til þess að þau skoðu innmitt að hlusta eftir því hvað fólk að segja og ef að menn að koma með vilja fara að stað með einhverja atvinnu eða einhverja lausnir á sínum málum varðandi bara að skapa sér einhverja vinnu, að þá hljóti þau að þurfa að hlusta alvarlega eftir því. Ég held að það sé einmitt í kreppuástandi, það verða nú fólk mjög frjótt og miklar hugmyndir sem koma fram og fólk prófar ýmislegt og þetta bara, ég held að það verði bara mjög gott fyrir stjórnvöld að gera það. Að leyfa fólki að finna lausnina og styðja því. Og styðja það til þess, í staðan fyrir að slá alltaf að puttana fólki, alveg svo Sanna var að segja á hana, að þú farið ekki tekjur ef þú ert að leita farið námi eða leita einhverjar aðstofur, þá tökum það tekjurnar. Og það nákvæmlega sama með örorkulífeyrisþegar þeir iðulega upplifa að það alltaf slegið að puttana fólki, alltaf, og því alltaf að refsa fyrir viðleitni og þrátt fyrir að menn sé að tala fjálglega að það er að reyna að fá örorkulífeyrisþega til þess að vinna. Ég bara spyr, hvar þessi vinnumarkaðar og hvar úrræðin og hvar virknúrræðin eða hvað maður að kalla, hvar hjálpin eða aðstofan við það að fólk sem inn á örorkulífeyrinn getur og vill vinna að það komist einhvers þar fyrir. Það er bara ekki pláss fyrir fólk á atvinnumarkaði og alls ekki í dag. Svo það skert náttúrulega ef það vinnur, þá það lækkar bara lífeyrinn á móti. Já, og ég menn þú átt 30 skallin í lífeyrissjóði en þú lekkar bara það á móti þannig, þú ert bara með þína 220.000 krónur áfram. Eða minna, því við erum líka með fullt af fólki sem búsetuskert, en ég ætla ekki að fara til þær pælingar, það dálítið flókið. Herðu, Kristín, þá erum búin að taka í tring og þá kemur eiginlega að stjórnvöld þurfa að bregðast öðruvísi við. Og en af hverju ættu stjórnvöld að bregða öðruvísi við? Það þetta ástand truflar þau ekki mikið. Þau bara fljúga á sínum þyrlum fram og tilbaka og hvað þarf til þess að fá stjórnvöld til þess að breyta stefnu eða skipta skoðun eða skipta bara manngildishugmyndir, þannig að líti á stóran hóp fólks sem lifir óbærilegar aðstæður, nógu verður þess að fá að lifa við mannsæmandi kjör. $1 million spurningin, hvernig breytur viðhorfum elítunar? Ég meina þú veit, í allámál ólígarkísins og allt þetta, ég meina þetta bara frá upphafi lýðræðisins 1911, Robert Mitchell að tala það að þegar að fólk jafnvel átt að komi að verkamannastétt, að þegar gengur inn í elítuna það hættir að deila kjörum elítunni, það fyrir að fara á aðra staði, aðra bari, aðra veitingastaði, lifið raunveruleika heldur en það var áður og missir tengsl við alþýðina og síðan hinn arminn af þessu sem við vorum að tala áðan og það bara reynst mjög erfitt að mynda samstöðu meðal almennings. En þetta í raun og veru erfitt við að eiga. Þannig að annarkvort þurfum við einhvern veginn að vera mjög heppin með elítu sem við hefum aldrei verið. Við erum aldrei heppin með elítu nánast neins staðar. Það einstaka söguleg dæmi það sem einhver kemst til valda sem nógu lengi, nógu progressífur til að koma einhver í gegn. En yfirleitt þetta þannig að það eru einhverja tæknibreytingar sem leiða til þess að vera til ný elíta, einhver nýr hópur sem eykst í völdum eins og í frönsku byltinguna, sem verður til borgarastétt sem hefur völd í gegnum það eiga verksmiður og framleiðslutæki sem þá hendir burtu gamla aðleinum sem var að þælast fyrir. Þannig að það eitt svarið hvernig við breytum elítum, við bara skiptum elítu að því einhver ný elíta jókst í völdum. Og síðan einstaka sinnum á tekst okkur að fá í gegnum eitthvað í gegn með mikilli samstöðu, það sem tekst að mynda þessa samstöðu. En það sem svo merkilegt á Íslandi að þá höfum við þessa samstöðu að festa í lög, því við erum með verkalýðshreyfingu og lagaramma utan verkalýðsbaráttu
sem leiði til þess að verkalýðsfélög á Íslandi eru mjög sterk. En þrátt taki eftir, sko, þrátt fyrir það, tekst ekki að mynda nógu miklu samstöðu róttækar breytingar eða samfélagsbreytingar. En það er svarið. Svarið í spurningunni er að meðan við erum ekki með einhverjar miklar samfélagsbreytingar, mikið alveg risa atvinnuleysi í mjög langan tíma eða einhvers konar tækniframfarir eða breytingar sem að leiða til þess að verða svona umbreytingar á valdajafnvægi samfélagsins, að þá er það í raun og veru það eina sem að virðist virka er að bara ná mikilli samstöðu meðal stórs hluta almennings þá í gegnum félög almennings sem þá yfirleitt verkalýðsfélög. Þannig að eins og þegar Gunnar Hrafn var að tala um það áðan, sko, það er alveg rétt að það kom af tímabili í Bandaríkjunum og hafa verið á undanförnum árum komið svona stutt tímabil í kringum Black Lives Matter og önnur, þar sem að verður svona mikil ólga meðal ungs fólks sérstaklega og talsverð barátta. En maður þarf alltaf á móti að spyrja sig, þú veist, hvar er hreyfingin sem ætlar síðan að vinna að einhverjum breytingum til langstíma? Hvaða hreyfing er það sem ætlar að standa í stappinni í lengri tíma? Sú hreyfing er ekki til, verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum er ekki til. Það eru 10% almennings í verkalýðsfélögum, það er bara, sú hreyfing er alltaf lítil og vanmáttu. Hreyfing Bernie Sanders sem að Evrópubúar og margir töluðu miklu ljóma, það sko, var eins og að draga tennur af fólki sko, að fá að vera með á milli kosninga. Það var bara alls ekki auðvelt. Það var einhvern veginn tilfinningin var að það væri rosalega mikil stemning fyrir Bernie og sósíalisma, en á milli kosningana þá gekk það bara ekki neitt. Og síðan þegar að koma að forkosningunum, hvernig gekk Bernie? Hún gekk bara ekki, hann bara tapaði. Þannig að þú veist, það er bara því miður gengur að sérstaklega þar, sérstaklega í Bandaríkjunum, mjög erfitt að sjá hvaða afl er, af því þú þarft afl og hreyfingu og skipulag til langs tíma til þess að ná einhverju í gegn. Og sú hreyfing er ekki til, hún er ekki innan Demókrataflokksins, hún er ekki í verkalýðsfélögunum, þannig að það er bara, og þetta er, þú veist, heil heimsála sem ætlar að reyna að koma saman í samstöðum einhver róttækar breytingar og lest sko deilur vinstrimann hversu stefnaði að vera, það er bara fullt að deila. Þeir eru ennþá að átta sig að skásta sem eru með þú veist, að gera Bandaríkin að Svíþjóð. Þú veist, og við hérna á Norðurlöndunum, okkur þetta, það er nú ekkert sérstaklega spennandi. Það er náttúrulega mjög róttækt fyrir Bandaríkin, en ég sé ekki þá hreyfingu sem eru að fara að keyra það í gegn. Hér á Íslandi njótum við þess að við eigum verkalýðshreyfinguna og hún bara, þú veist, hún það bara gera þessi í brók og gera meira. Hún þarf að gera meiri kröfur, láta meiri sér heyra þegar elitinn út á túnni, láta meiri sér heyra kröfur núna í COVID og svo framvegis. Og við erum að sjá miklu meira því núna heldur við gerðum langstærstan tíman frá 1980 fram að hruni. Við höfum séð meira núna undanförnum árum af verkalýðshreyfingunni, en ég held að svarið við spurningunni hvernig hreyfur við elitinni er að það þarf að ýta við henni, það þarf einhver að pota í hana og augljóst að svara á Íslandi er þá að vera verkalýðshreyfingin sem ýta við henni. Er það tvennt í þessu sem maður langar að bera undir ykkur einn. Það er annars vegar þetta með að skipulagninguna, skipulag alþýðuhreyfinga til þess að líklega er það þannig að bara alþýðuhreyfingin eins og leggur sig, bara verkalýðshreyfingin með öryrkjabandalaginu, með hagsmunasamtökum, eftirlaunafólks með námsmannahreyfingunni, þarf öll að leggjast á sveif til þess að ná fram einhverju breytingum. En áður en að Kristinn var að tala um skipulagið, að þá var hann að tala um elítuna, að elítan, hvernig hún hrörnar mjög rætt. Og það, Gunnar, þú sast á þingi í skamma hríð. Þetta með að elítan, þótt að hún sé kosin sem fulltrúi almennings, að hún verði mjög fljótlega samsamið sig við elítur annarra samtaka eða flokka og lifi einhvern veginn svona sérstöku lífi og kannski byrjar að einn daginn bara að fljúga með þyrlum af því hún telur sig einhvern veginn ekki eiga að deila kjörum með almenningi. Kannastu við þetta? Svona sörnun, forustu, stjórnmálahreyfinga eða verkalýðshreyfingarnar? Kristinn benti nú á það að verkalýðshreyfingin hefði verið ekki í góðu standi frá 1980 til 2008 í það minnsta. Það er í höndum forustu sem ekki var í góðum tengslum við félagana sem áttu að vera að berjast fyrir. Er þetta ríkjandi vandamál og erum við nógu vakandi fyrir þessu? Að tala um elítu er oft svona gagnrýni frá hægri og margir vinstrimenn svona veigra sig við að taka þetta upp vegna þess að þetta er svona tæki sem að hægri populistar hafi sko lamið elítuna með sundur og saman, en er þetta eitthvað sem við ætlum að taka alvarlega? Það myndast náttúrulega mjög auðveldlega fjarlægð á milli
strax kjósenda á þeirra sem eru kosnir á þing hreinlega út af því að kjaramunurinn verður strax svo ofboðslegur. Og þrátt fyrir að það sé kannski ekki mikil starfsöryggi á Alþingi eins og ég komst reyndar af þegar að ríkisstjórnin sprakk, að þá einhvern veginn minna samtal á milli grasrótar og þingflokks meira að segja hjá Pírötum heldur en við vildum. Við vorum alveg meðvituð það, við vildum reyna að efla þetta en það var mjög erfitt að finna skilvirkar leiðir til að gera það án þess að í raun og veru hefðu allir endalausan aðgang alltaf að þingmönnum. Það er líka mjög erfitt til lengdar og náttúrulega með kosningakerfi og annað. En Birgitta sagði sjálf á sínum tíma að hún teldi að enginn færi óskemmtur út úr þessu húsi við Austurvöll. Ég held að það sé alveg rétt að leið að maður kemur vinna þá byrja maður að heyra frá öðrum flokkum. Það er auðvitað eðlilegt að flokkar tali saman og allt það, en það snýst allt málamiðlanir, það snýst allt að fá þá róttækustu til að reyna að koma lengra nær miðjunni til þess að það sé hægt að vinna með það. Og eins og fólk sagði með Pírata við værum ekki stjórntæk á sínum tíma og værum ekki hæf til þess að fara í stjórnarmyndina viðræður hreinlega út af því að grasrótin væri of sterk. Það væri of mikil áhrifamáttur þar, þannig að þingflokkurinn væri ekki sjálfstæður. Þannig að til að verða stjórntækur að mati hinna flokkana þá þarf að færa því fjær fólki. Ef þú ætlar að verða hluti af... Þetta er náttúrulega alveg afleitt sem þú ert að lýsa, Gunnar Rafn. Þú ert að lýsa það til þess að fá að taka þátt í svona stjórnmála leiknum, að þá verður raunverulega yfirgefa grasrótina þína. Þú verður bara að ganga og vera hluta í elítunni, annars er þetta ekki stjórntækur. Ef þú ert með einhverja raddir grasrótarinnar eða þeirra sem að kusu á þing, þá bara ferð ekki að vera með. Þetta er það sem okkur var sagt bara í stjórnarmyndunum viðræðunum, þessu lækjarbrekku viðræðunum sérstaklega. Ég talaði við fólk í öðrum flokkum, það hringdi mig félagskvöld og spurði hvort það væri mögulegt einhvern veginn að kippa grasrótinu úr sambandi til þess að gera Pírata þá að valkosti í stjórnarmyndunum viðræðunum. Þetta er einhvern veginn bara hluti af því sem gerist þegar við kemur þarna inn, að það eru, þeir vilja strax einangra þig sem þingmann frá þeim sem komuður á þing og frá grasrótinni í flokknum. Þeir vilja díla við þig og kannski einstaklega aðra þingmenn í þínum þingflokki sem bara, þú veist, alls þetta kjósa samviskusinni og allt þetta, og það er alltaf höfða til þess að þú veist að maður verður alltaf kjósa samkvæmt samviskusinni og svo er reynt að tala mann til að þú fáið þetta í staðinn og allt þetta og þetta byrja bara leið og kemur inn og það er óbúslega erfitt að standast þetta og ég held svona, ég vona það, ég náttúrulega er ekki í þingflokknum lengur, ég vona það að núverandi þingflokkur hafi geta staðið það mikið í lappirnar að verði ekki samt og inn að þessu og þetta þrýstingur er samt alltaf til staðar, eins og segir, frá hinum flokkurum. Á Alþingi er þannig kerfið að engin flokkur kemur neinu einnig gegn, en svo það er ekki með meirihluta, það getur ekki þingmannamál farið í gegn að þess að fá alla hinum flokkana með og ef þú ert óþægur og ef þú Birgitta reyndi að vera á sínum tíma þá ertu bara útilokaður og settur út í horn eins og hún var og flokkurinn við vorum á vissan hátt þetta kjörtímabil ég var á þingi og flokkurinn þannig raun og veru gerður áhrifalaus bara út á það að vilja ekki vera eins samdöina kerfin eins og hinni flokkarnir vilja. Þannig að já, ég veit ekki hvert ég er að fara með þetta annað en það bara að menn þurfa að passa sig alveg óbúslega mikið þegar þeir koma inn á þing og inn í stjórnkerfi með hugsanir því að fyrsta sem gerist er að hinir í kerfinu reyna að taka þeir frá þeir. Samna, kannastu þetta? Er erfitt að koma með hugsanir inn á hinn lýðræðislega vettvang borgarstjórnar? Já, það er talið of mikið og of róttækt og of eitthvað og of hinsegin og of þetta og ég veit ekki hvað sko ég held að þetta sé eitthvað sem að stjórnmálafólk þurfa að passa sig rosalega mikið á þegar það kemur inn í stjórnkerfi að það er alltaf þetta sem getur átt sér stað að maður aðlagast þessu kerfi og hugsi bara á endanum bara já, er ég ekki bara að gera góða hluti ég stend mig vel og ég held að þetta geti átt sér stað eftir því sem maður á í samtali við hina flokkana að maður hugsi bara jú, þú veist ég er að gera góða hluti en að maður þarf alltaf að passa sig að vera fyrir utan. Ég er ekki verri en þau. Ég geti farið í það. Ég er þó alltaf ekki verri en þau. En ég allavega er mjög glöð að vera ekki með í grænum lit á skala Credit Info. Ég er ekki þar og ég held að það svona
haldi manni smá svona raunveruleika tjekki þó að ég sé mjög mikið á móti þessu fyrirtæki og ég skil ekki hvernig maður geti enda verið í svona slæmri stöðu löngu síðar út af einhverjum gömlum skuldum. Þá held ég að þetta sé alveg gott að vera með í svona tengslum ennþá við eitthvað þó maður sé í forréttindastöðu og góðum launum, en auðvitað held ég að stjórnmálafólk þurfi alltaf að passa sig á því að þú ert að ganga inn í eitthvað kerfi þar sem þú færð góð laun, þar sem þú ert kannski á löngum fundum að tala við annars stjórnmálafólk í langan tíma. Þannig að þú þarft einhvern veginn að gæta þinna hugmynda, þú þarft að gæta þess að þú sért með einmitt róttækar hugmyndir, þú þarft að gæta þess að þú sért að tala við fólki þitt en ekki að meiri hluti dagsins fari í að lesa bara einhverja tölvupósta sem skipta engu máli, sem eru eitthvað sem skiptir engu máli og þú sért í samskiptum við fólki sem að þú ert að berjast fyrir. Það er það sem skiptir mestu máli. Þannig að þú veit að Þuríður Harpa, að það sé erfitt að svona sogast ekki inn í það, inn í einhvern heim þar sem þú ert að tala bara við einhverja úr ráðuneytunum eða eitthvað stað sem eru að stýra einhverjum öðrum félögum og það sé bara erfitt að bera með sér svona erindi þeirra sem að þú ert að vinna fyrir vegna þess að það er bara svo sárt og erfitt. Þannig að við gæti gleymt sér aðeins í því að lifa bara í svona þægilegri heimi elítu stjórnarverkliðsfélaga, hagsmunasamtaka almennings og stjórnmála. Ég skil bara mjög vel það sem að fólk er að tala en ég hins vegar ég myndi ekki hafa frið til þess að geta gleymt mér í einhverju svoleiðis málum. Ég hins vegar nýt þeirra forréttinda, ég nýt þeirra forréttinda að eiga samtal við forystumenn og eiga samtal við ráðherra og eiga samtal við forystumenn verkalýðshreyfingar og ég bind bara miklar vonir við að þessi samtöl skil okkur einhverjum öðrum raunveruleika heldur en það sem við búum við í dag og að kannski upp úr þessu öllu saman þá verði meira jöfnur, það verði meira réttlæti en eins og segi, ég bý ekki við það að mér sé að ég gleymi hvaðan ég kem eða fyrir hvað ég er að vinna vegna þess að það ég er í það nánum tengslum við mitt fólk og ég sé neyðina og hún er áþreifanleg og ég á hverjum einasta degi kemur fólk inn í öryrkjabandalagi sem að bara veikinda eða fötluna vegna hefur ekki getað sótt sér neina tekju nema þá öryrkjulífeyrinn og er yfirleitt og þessi einstaklingar eru komnir algjörlega vonarvöl og þetta fólk kemur inn og það grætur bara yfir því hvernig líf þess og hvað er vondri stöðu og þannig að ég lendi ekki í því að gleyma mér í samtalinu mínu með fólk en ég vona svo sannarlega að við komum til með að rísa einhvern veginn upp í einhverju betra samfélagi þó að stundum verður maður algjörlega úrkúlu vonar þegar maður er að horfa á það sem þú vorst að segja áðan, elítuna einhvern veginn í einhverjum skemmtireisum eða reisum landið og í COVID geta á engan hátt samsamað sig fólki sem að verður heilsu sinna vegna að passa sig og maður ætlast til þess að ráðherrar sem eru bara okkar fyrirmyndir í COVID og öðru að þeir sýna ákveðna siðferðislega skyldu þeir sinni siðferðislega skyldu að vera fordæmi og ganga undan og vera ekki í þessu rugli sem þið stundum virðast vera í. Langar að spyrja þig Gunnar því að Þuríður Harpa lýsir því það er svo augljóst fyrir hverja hún er að vinna og það fólk hefur svona millilegalaus aðgang að henni en það er ekki alveg svona skýrt í þinginu hverjir eru raunverulega fyrir hvert þing menninir eru að vinna. Það er ekki svona, það getur verið eitthvað sem er í félaginu með ykkur, kannski við tökum Pírata sem dæmi sem eru í því félagi og vilja svona hafa áhrif á þingflokkin, en það er ekki alveg svona klárt á hvers vegum þingmenninir eru. Þeir eru að starfina á þingi. Að vinna fyrir fátækustu eða lægst launuðu
og þegar þeir eru kannski að breyta ykkur og svíkja eitthvað þá kannski ekki alveg ljóst sko, fyrir hverju þeir eru að svíkja eða hverju eru kjósendur VG, fyrir hvernig VG að þjónust, ég bara stundum átt að ekki á því. Þingmenn náttúrulega gefið óbúðslegt frelsi til að túlka það sjálfur, hvað sé þeirra sannfæring og hvað sé réttast að gera á hverjum tíma. Það er einhvern veginn bara innbyggt í það sem fyrir stjórnarskrá að þú getur skipt flokk og heldur samt þingsætinu, þrátt fyrir að hafa verið kosin inn í kosningakerfi sem byggði á því að vera á lista. Þannig að það er margan hátt frekar svona tvírætt og margþætt hvern þú ert að vinna fyrir og menn hafa náttúrulega komið með sínar eigin skýringar á því, farið á milli flokka, stofnaði ný framboð jafnvel meðan þeir eru á þingi fyrir annað og það er svona ákveðin anarkismi í þessu sem ég skil alveg að fólk vilja halda í en á sama skapi og það er náttúrulega þessi flokkshollusta er náttúrulega alveg skelfilega við þessu leyti þegar það er verið að berja fólk til hlýðni með henni, sérstaklega sem við sjáum á hægri vængum í Sjálfstæðisflokknum þar sem menn jafnvel kjósa gegn sannfæringu sinni og segja það alveg upphátt. En ég veit ekki hvert ég er að fara með því, hver er spurningin? Það var svona í hvers umboði þau eru að starfa því að það er svo augljóst að Þuríður Harper að tala að fyrir hverja hún er að vinna og hún bara getur ekki gleymt í. En þegar þingmaðurinn mætir þá er ekki alveg ljóst sko, hverjum er þingmaðurinn að þjóna? Er hann að þjóna eigin hugmyndum stjórnmál og samfélagsþróun eða er hann að þjóna ykkur ákveðnu fólki? Í praxís er það oftast þannig að menn er að þjóna eigin hugmyndum eða einhverjum lista af fólki sem það fylgir að máli. Í málum sem að það hefur ekki yfirsýn yfir náttúrulega því að þingi virkar þannig að það þarf að skipta verkum með sér. Það er ekki engin ein manneskja getur í raun og veru komist yfir að vita nákvæmlega hverju gerist í þessum nefndum sem að funda á sama tíma og allt slíkt. Þannig að maður er alltaf sjálfsögðu að vinna með öðrum að því leyti en varðandi umboðið að þá fer það eftir hverjum flokk fyrir sig að skilgreina það. Ég held að Píratar hafi kannski, og meðan ég var á þingi fyrir Pírata var það ágætlega skilgreint í sáttmálum og nefndavinnu innan flokksins hvað við værum að starfa að og hvað okkar markmið væri. Þannig að við fórum ekki inn bara með einhver óræðir markmið heldur varum við að vinna saman að sameiginlegri stefnu sem náttúrulega þýðir þá give and take, skilur það er ekki allir maður fá allt sem þið vilja en við ákvæðum að vera best að vinna þannig sérstaklega sem ungur flokkur á þingi með eiginlega það marga þingmenn og það var erfitt að skipuleggja starfið. Þannig er þér ljóst hverjum þú ert að þjóna? Það er allt fólkið í borginni sem að upplifir að borgin sé ekki hönnuð fyrir þau og þar með talið erum við sérstaklega að tala fátækt fólk, láglauna fólk sem starfar einmitt. Þar við erum að tala innflytjendur sem að upplifa að borgin sé ekki hönnuð að þörfum og væntingum þegar við erum að tala eldri borgara, eftirlaunafólk. Við erum að tala öryrkja. Við erum að tala fólkið í borginni sem að upplifir að þau sé ekki hluti af Reykjavíkurborg. Og ég vil að þau geti nálgast mig. Þannig að það er já.is eða Tjarnagata. Kristín, má ég enda hjá þér með þessa hugmyndum umboðið og hverju elítan kjörni fulltrúar, sem kallaði það, sem getur það bæði verið á þingi og í sveitarstjórn og forusta í hagsmunasamtökum almennings. Skiptir það máli að það sé ljóst hverjum fólkið er að þjóna? Eða hvort það sé að þjóna einhverjum svona hugmyndastefnum eða er það að vinna fyrir einhver tiltekinn hóp fólks? Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að halda tengslanum. Það er það sem að rannsóknir á verkalýðsfélögum og svona félögum og þessu sem ég nefndi að jarðlögmáli ólígarkísins, þau sýna frekar skýrt að ef það er ekki sterk tengsl á milli elítunar og grasrótarinnar að þá fer elítan sína leið og samsama sig annarri elítu frekar hratt sko. Þannig að það þarf að vera mjög skýrt fyrir hvernig við erum að tala. Það þarf að vera mjög skýrt hvernig eru samskipti og samtala á milli fulltrúana og þeirra sem eru fulltrúa fyrir innan þessari félaga og innan lýðræðisins og það hafa verið, í Suður-Ameríku hafa verið gerðar tilraunir á stjórnmálasviðinu með þetta þar sem að þeir sem að unnu í kosningabaráttu fyrir viðkomandi frambjóðanda til þings til dæmis
að þeir sitja þá í eins konar þingi sjálfir eða ráði viðkomandi og þeir kjósa hvernig viðkomandi fulltrúi á að kjósa sér. Þannig að það er bara bein tengst á milli þeirra sem eru þessi viðkomandi fulltrúi er umbjóðandi fyrir. Það ein leið. Það alls konar tilraunir í verkalýðsfélögum og fyrirtækjum sem tilraunir með slembival og svo framvegis það sem verið að hafa stjórnir að ráð sem að endurspegla þann hóp sem verið að tala fyrir hönd og svo framvegis. Þannig að það alveg ljóst sko, að til þess að halda stefnu og kúrs að það held ég sé ekki nóg að vera bara með hugmyndafræðina eina á vopni og einhvern veginn þann eldma. Ég held að það þurfi ákveðið aðhald og tengingu, jarðtengingu við grasrót og við þann hóp sem verið að vinna fyrir. Því að við höfum bara séð þetta er mjög ljóst. Áður en að við erum komið með fullmótað vestrænt lýðræði, svona á mótunar árunum, þá var fræðimönnum alveg ljóst, fullkomlega ljóst, að það yrðu ekki neina stóra breytingar nema að tækist að mynda þessi tengsl, annars myndi fulltrúarnir fjarlægjast umbjóðendur sína. Og við höfum núna horft á þetta lýðræði meira en 100 ár og ég spyr ykkur, höfum við séð eitthvað annað? Þetta ekki bara, stóðst þessi ekki spádómur bara þokkalega, 1911? Ítalskur fræðimaður, þetta Robert Mitchells, hann var að skoða í verkalýðsfélög og stjórnmálaflokka. Nú erum við með stjórnmálaflokka, hvað traust á stjórnmálaflokkum á Íslandi í dag? Þinginu fór það niður í eitthvað 80%. Við erum ekki staðar innan við hvítvín, ég held að það sé einhver stað þar. Herðu, við látum þetta gott heita í kvöld. Það þarf að jarðtengja elítuna ef hún á að verða til einhvers gagns. Það svona niðurstaðan og ef það á að verða einhverjar breytingar í samfélaginu í kjölfar kórónufaraldursins og kreppunnar að þá þarf almenningur að skipuleggja sig til einhver starfs til að ná fram þeim breytingum. Sigríður Harpa Sigurðardóttir, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Gunnar Hrafn Jónsson og Kristinn Már Orsarsson, kærar þakkir og hlustendum þakka ég fyrir að fylgjast með þessu samtali. Við höldum áfram að reyna að skilja þá tíma sem við lifum á morgun klukkan 8. Samkvæmt plani að þá á að vera opin lína, þið getið bara hringt inn, farið inn á síðu samstöðarinnar á Facebook, þar verður linkur og númer inn á Zoom, þar sem þið getið bara ruðst inn á þennan fund hér og lagt eitthvað til málana. Sjáum til, sjáumst þá. Takk fyrir í kvöld.